Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Þær eru komnar til mín mæðgurnar Snæfríður Inga og Inga dóttir og Ragnheiður Inga, velkomnar. Takk. Og velkomnar heim frá Tenerife. Takk fyrir það. Hvað þið búin að vera þarna lengi? 9 mánuði, eða svona næstu í heilt ár. 9 mánuði, allan veturinn? Já. Já, við fórum síðasta haust Já. og vorum bara að lenda hérna í fyrradag. Já, vel gert. Og komnar í settið að segja frá nýútkominni bók sem svona krakkabók Tenerife. Sem að þú, Ragnheiður, átt svona heiðurinn að mamma hjálpaði aðeins, eða ekki? Aðeins. Já, aðeins. Já. Hvað var til þess að þú fórst að skrifa þessa bók? Það var nú bara þannig að við bjuggum á Tenerife og í fyrra var mamma að skrifa hana bók. Já, hina bókina sem að þú ert með þarna. Þessa fínu, já. Já. Aha. En þú veist, þá föttuðum við að það vantar krakkabók. Já. Eitthvað svona fyrir krakka. Af því að það eru gjarnan fjölskyldur sem fara þarna og krakkarnir þurfa eitthvað að fá fyrir sinn snúð. Mamma, hún skrifaði nefnilega bók gönguferðir og geitaost, en þú veist, krakkar fíla meira ís, churros og skemmtikara. Það var mjög vel sagt. Gönguferðir og geitaostur, já, það er ekki alveg það sem krakkar vilja. Nei, ekkert endilega, en þú veist, það er líka hægt að fara í skemmtilega göngur og smakka skrítin geitaost. Já, fórstu í mikið að svoleiðis gönguferðum? Nei. Fór ég meira svona erfiða gönguferðir sem svona upp í móti og svona meira svoleiðis. Já. Gönguferðir sem mamma vill fara í. Já, en 9 mánuðir, þarna þurftu að fara í skóla, það ekki? Já, við þurftum að fara í skóla. Spænskan skóla? Já. Og hvernig gekk? Það var svona frekar erfitt fyrst. Já. Af því að maður talar ekki spænsku. Einmitt. Þá svona ertu þetta alltaf svona utan við. Það voru nokkri krakkar í þessum skóla sem voru svona utanbókar eða svona sem voru ekki með, fjarnámi kannski jafnvel eða hvað? Nei, sem töluðu ekki spænsku. Sem voru útlendingar svona út úr hópnum. Já. En talaðu þá ensku við þessa krakka? Já, ég byrjaði bara að tala ensku af því að eins sem ég kunni var að segja hæ, ég er Ragnheiður. Ég er 10 ára eða eitthvað svona. Má ég heyra hvernig það hljómar? Hola, me llamo Raka, yo tengo 11 años o 10. Vá, flott. En þegar við fluttum þarna út síðasta haust, þá við erum með þrjár stelpur. Raka elst, eða hvað? Já, hún 9 ára og 11 ára og svo erum eina 9 ára og eina 6 ára, eða sem er 9 ára og 6 ára. Og þær, enginn af þeim kunni spænsku og ekki við heldur og við skráðum þær bara strax í spænskan skóla, bara almennan skóla, en það var mjög erfitt bæði fyrir stelpunar og okkur foreldrana ekki síður því að þær komu náttúrulega með alla gremjuna heim eftir skólan og köstuðu því á okkur og við þurftum að hjálpa þeim náttúrulega með heimanámið sem er gríðarlega mikið í spænskum skólum og þetta var mjög erfitt og ég myndi segja að fyrstu 3 mánuði voru mjög erfiðir. Já. Var aldrei eitthvað bara að hættum við förum heim? Var aldrei svoleiðis? Allavega hjá okkur stelpunar. Við þurfum ekkert endilega að segja frá því. Nei, tölum ekkert mikið um gleymt og grafið. En svo lagaðist það þegar spænskan fór svona Já, svona aðeins. Og svona lagast þetta aðeins, jú. Já. En ertu núna orðin bara alveg mjög flink í spænsku þá? Ég er orðin flink í spænsku, en hún er alltalandi á spænsku og skrifar líka og þýðir fyrir okkur foreldrana, sko. Vá. Það er alveg ótrúlegt, hvað krakkar geta. Já. Það tala allar spænsku núna og bara einmitt að 5 ára gamalt barn bara sé alltalandi á spænsku, manni finnst það bara ótrúlegt. Fóru þessi yngsta líka í skóla? Já, í rauninni byrjaði skólinn 3 ára. Eða 2 ára reyndar. 2 ára, en það er svona önnur deili. Já. En sem meira svo leikskóli fastur. 5 ára er bekkur, sko. Það er bara að lesa og skrifa og reikna. En þið voru bara að lenda í gær, þannig að þið eru kannski ekki alveg búin að átta ykkur á því. Eru þið farin að sakna strax Tenerife eða? Á meðan ég var á Spáni og ekki á Tenerife, þá var ég aðeins farin að sakna rútínuna að fara í skólan og svona segja hæ við krakkana og kennaran og setjast upp í skólastofu, gera heimanámi, koma, fara í skólan, fara í zumba, fara í dans. Þú veist alveg. Þannig að þið enduðu þetta á að fara að ferðast Spán og þá svona fór rútínan aðeins úr skorðum. Já. Hvað voruð þið lengi að ferðast Spán? Við erum búin að vera 3 vikna ferðalagi Costa Blanca svæðið. Og þannig að það var svolítið skrítið að fara frá Tenerife og ekki beint heim heldur í smá ferðalag. Er það þá næsta bók kannski Costa Blanca? Já, ég reyndar, næsta bók er að koma út í haust og hún fjallar Gran Canari sem er næsta við Tenerife. Varstu þá duglega að fara þangað yfir og kynna þér? Við fórum 2 ferðir núna en við höfum oft farið áður.
og hérna. Verður það svona samvinnuverkefni ykkar aftur eða? Nei, ég held að ég ætti. Það er bara komið gott í bili, þessi? Já, þessi gott í bila því að mamma hvort er byrjuð og krakkarnir er ekkert svo svona krakkaleg. Nú það ekki, ekkert spennandi fyrir krakka það? Jú, alveg helling nema ég bara hef ekki prófað. Nei, ekki prófað allt kannski. En þetta með þessa krakkabók, hún var nú eiginlega bara til að því að við byggum hana og við erum alltaf með 3 börn og við vorum þess vegna alltaf að gera fjölskylduvæna hluti og þó svo það sé ýmislegt fjölskylduvænt í þessari bók, fyrir bókinni sem ég skrifaði, þá bara áttuðum við okkur á því að það er svo margt annað skemmtilegt sem hægt er að gera á Tenerife. Þetta er pínkulítil eyja og flesta fjölskyldur sem fara náttúrulega í þetta klassíska Siams Park, Loro Park, dýragarðinn. Það er fullt meira, miklu skemmtilega. Og kannski ódýrari hluti, þú veist sem að heimamenn vita kannski meira heldur en ferðamennir, þannig að við erum búin að setja það líka í þessa bók, þannig að þeir sem kannski er að fara í annað, 3. skipti til Tenerife, vilja kannski, búin að prófa Siams Park, vilja kannski vita trampólín himnaríki sem er þarna að norðarmegin á eyjunni og fiðrildagarðinn og klifurgarð og að smakka nýja ístegundir og nýjan mat og alls konar. En þegar maður býr svona lengi þarna, er maður ekki hættur svolítið að vera í þessum túristagír? Er maður ekki bara svolítið að fara heim að slaka? Jú, maður fer bara svona út í okkar bæ og bara svona er á stutturum á bólunum og svona nýtt sem krakkarnir gera á Spáni en ekki hérna. Það er að fara út á torgið seint kvöld. Eftir klukkan 10 nokkuð? Eftir klukkan 10, svona klukkan 10 er allir að fara heim. En svona eftir klukkan 8 þá er fólk og krakkar og fjölskyldur að fara út á svona eins og miðbæja torgið hérna. Hvað gera þau þar? Þau bara hlaupa út allt, fara og taka svona TikTok-vídeó. Já, og kannast þið það? Já, eru bara eitthvað að leika. Þetta er svona allt annað rytmi heldur hérna í Íslandi. Venjulega er þannig að krakkarnir fara í skóla og svo hittast þeir eftir skóla. Svo fara allir heim í kvöldmat og síðan svo bara sofa. Það er ekki þannig. Enginn hittist eftir skóla. Það er bara kvöldið. Allir fara heim bara og hvíla sig, taka svona hálfgerða síestu og læra fyrir skólan. Og læra náttúrulega kannski. Fara svo út klukkan 8. Já, fara svo út klukkan 8. Þá erum við bara að fara í ró svolítið, þannig að okkar stelpur mistu svolítið að þessu, við svolítið ekki í þessum gír. Bjugguðu þarna í bæ sem var svona miðbær og torg og hægt að stökkva út? Já, það er alltaf þannig, svona í hverjum einasta bæ er eiginlega kirkja og torg og síðan, kirkja og torg. Það er svona miðpunkturinn í öllum bæjum. Já, við byggum á suðurströnd Tenerife, ekki á aðal ferðamannasvæðinu, en samt sem hafði stutt frá því. Bærin heitir El Medano og er svona þekktur fyrir vindsport. Windsurf og surf og svoleiðis. Það er svona blæs mjög mikið þarna, þannig að það er ekkert endilega, hinn venjulegi ferðamaður vill kannski ekki endilega velja að dvelja þar nema og sért að stunda vindsport. En einhvern veginn á okkar fyrri ferðalögum til Tenerife þá heilluðust við af stemmingunni þarna. Svolítið svona hippalegt andrúmsloft þarna og mikið af svona ungum vindsurferum. Já, og við einhvern veginn völdum þennan bæja því að hann var lítill líka og þægilegur. Myndi kannski pínlítið á Akureyri allt í göngufæri og þægilegt að vera með bötar. Og var þetta ekkert mál, var þetta ekki mikil undirbúningur að fara með heila fjölskyldu, hvað með húsnæði og svona, var þetta ekkert mál? Já, við erum alltaf búin að fara til Tenerife margoft. Þannig að við eigum marga vinar innlenda og við fengum aðstoð til dæmis frá spænskri vinkonu okkar til að skrá börnin í skóla. Því að til dæmis eins og með skólan, það talaði varla nokkuð maður ensku í skólan nema enskukennarinn. Þannig að koma þarna algjörlega mállaus, mjög krefjandi og bara erfitt og fara á foreldrafundina og maður var hlaupandi skólan, reyna að finna einhver sem talaði einhverja ensku svo við vissum bara hvað væri ætlast til af okkur sem foreldrum. En jú, við þurftum náttúrulega að undirbúa þetta svolítið en við vorum mjög heppin og fengum góða hjálp. Þannig að þegar við komum út haustið þá vorum við búin að redda húsnæði. Við vorum meira að koma með bíl. Heyrðu, já, af því að við höfum verið mjög duglega að notfæra okkur íbúaskipti undanfarin ár þegar við ferðast. Og þá hafðum við kynst fólki á Tenerife sem hreinlega gaf okkur bílinn sinn. Já, þau hringdu í okkur og sagði bara, í alvöru, eru þau að koma til Tenerife og ég er einmitt að sonur minn er að skipta bíl og þeim er bara eiga bílinn. En það er mjög gamall bíl, en hann dugði og við keyrðum eyjuna á þessum bíl, Honda Civic. Og en bílarnir á Tenerife, heimamenn keyra á mjög gömlum bílum. Þetta er eyja, það er eins og að sé ekki mjög hröð endurnýjun á bílunum þarna. Og að því þetta var gamall bíl og svona
upplitaðar á sólinni og lakki færi að lata á sig, þá fengum við svona öðruvísi svona virðingu í umferðinni, svona eins og heimamenn. Eins og það væri bara innfætt. Já. En Ragga, má ég biðja að lesa kannski bara upp úr bókinni, 69, þarna jóga á ströndinni, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Já. Viltu lesa það? Skulum finna það. Hérna, jóga á ströndinni. Já. Ef þú vilt gleðja mömmu þína, þá stingur upp á að þið farið saman í jógatíma á ströndinni. Ég er mjög léleg í jóga, en mér hefur alltaf fundist gaman að prófa. Þegar við mamma höfum farið, þá finnst mér alltaf eins og jógatíminn mætti vera styttri. Besti hlutinn er í lokin, af því að þá má maður liggja alveg kyrr á dýnunni, slæka á og jafnvel sofna. Einu sinni kom hundur hlaupandi inn í miðjan jógatíma og fór að þefa öllum konum sem voru að gera jóga. Það var mjög fyndið. Takk fyrir þetta. Og ein spurning að lokum, að því að tíminn er hlaupinn frá okkur. Hvað er það besta við að vera komin aftur heim? Ég veit það ekki. Nei. Kuldinn er ekki mjög... Nei, það er ekki alveg hlýtt sumar hjá okkur. Nei, ég bjóst við að það myndi vera hans heitara. Já, það kannski kemur. En það svona fyrsta sem ég gerði og svona hlakkaði til að gera á Akureyri var að fara á bókasafnið. Flott lokaorð. Takk kærlega fyrir komuna, mæðgur. Hvar getur maður nálgast svona bók? Bara, hún fæst í Eymundsson og á heimasíðunni lífið-ferðalag.is. Takk kærlega fyrir komuna. Takk. Og svo náttúrulega enda þennan föstudags þátt. Hann Helgi Þórsson, nágranni minn á Kristnesi sem kom í síðasta þátt. Hann er með annað lag og það heitir Byltingin. Gjörðu þið svo vel. Takk fyrir að horfa. Sjáumst að viku liðinni. Möppudýra lýðræði það nagaði gat á þinghúsið, við skjótum á skrifræðið, við skulum fylla líkhúsið. Því að byltingin hún færir okkur betri daga, heitari nætur, lengri morgna, svo við liggjum og nennum ekki á fætur. Við viljum enga dómara, við þurfum enga ráðherra, enga Bessastaði, engan forseta, enga opinbera gangstera. Og byltingin hún færir okkur betri daga, heitari nætur, lengri morgna, svo við liggjum og nennum ekki á fætur. Við þurfum enga kommunista, ekki heldur kapitalista, við erum á móti alkoholista, við heimtum ráan anarkisma. Því að byltingin hún færir okkur betri daga, heitari nætur, lengri morgna, svo við liggjum og við nennum ekki á fætur. Svo við liggjum og nennum ekki á fætur, svo við liggjum og nennum ekki á fætur.